Góðir gestir, verið velkomin á þennan opna fund viðskipti og verðmyndun á raforkumörkuðum. Fyrir okkur sem að störfum og lifum og hrærumst í heimi raforkuvinnslu og endurnýjanlegri orku er þetta fundrefni áhugavert og mikilvægt. Því aðstæður á mörkuðum hér heim og erlendis hafa mikil áhrif á það hvað við erum að gera og þannig að þetta umfjöllunarefni ætti að vera okkur finnst bara mikilvægt fyrir alla landsmenn. Því að raun og veru það afar mikilvægt fyrir okkur að hámarka afraksturinn af þeim orkuauðlindum sem við búum yfir. Við hjá Landsvirkjun verðum að fylgjast mjög vel með þessum málum og þess vegna höfum við á að skipa öflugum hóp sérfræðinga í viðskiptagreiningu sem ætla hér á eftir að leiða ykkur í sannleikanum verðmyndun á raforkumörkuðum erlendis með áherslu á Evrópumarkað, áhrif endurnýjanlegrar orku á viðskipti með rafmagn og fyrirkomulag raforkumarkaðarins hér á Íslandi. Tilgangurinn með fundunum er að leggja okkar á mörkum til þess að dýpka umræðuna viðskipti með raforku á Íslandi og útlöndum. Því að ef við Íslendingar ætlum að velja á milli valkosta áframhaldandi þróun í raforkumálum, þá er mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir stöðunni eins og hún er og þeim tækifærum og áskorunum sem fram undan eru. Og hvernig þessi markaður er líklegur til að þróast í framtíðinni. Viðskipti með rafmagn eru umsvifamikil og alþjóðavettvangi og þar er þróunin síbreytileg. Samkeppnin er mikil og við hjá Landsvirkjun förum ekki varhluta af henni. Því þeir erlendu stórnotendur sem hingað kjósa að koma hafa að sjálfsögðu val að setja starfsemi sína annars staðar og vaxa þar. Við erum þó svo lánsöm að við höfum margt að bjóða, örugga langtímasamninga, samkeppnisheft raforkuverð og stöðugt viðskiptaumhverfi. Auk þess sem endurnýjanlegi þáttur í raforkunni skiptir stöðugt meira og meira máli þegar hugað er að raforkuviðskiptum eins og verður fjallað hér á eftir. En nú taka sérfræðingarnir í viðskiptagreiningu við. Fyrstur mun taka til máls Sveinbjörn Finnsson sem ætlar að ræða við okkur helstu áhrifaþætti við verðmyndun raforkuverðs og erlendum mörkuðum. Næst mun Dagný Ósk Ragnarsdóttir fjalla áhrif endurnýjanlegrar orku og að lokum ætlar Valur Ægisson að fjalla fyrirkomulag raforkuviðskipta hér heima. Að loknum erindunum mun síðan Kristján Kristjánsson fjölmiðlamaður stýra pallborðsumræðum þar sem þáttaka Jón Viljámsson, sviðsstjóri Orkusviðs og Eflu, Eyrún Guðjónsdóttir, sérfræðingur viðskiptaþróunar í Noregi á sviði endurnýjanlegra orkugjafa og Stefanía G. Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunar hjá Landsvirkjun. En nú er komið að fyrstu kynningunni frá viðskiptagreiningunni og gjörðu svo vel, Sveinbjörn. Það er rétt það sem að Hörður sagði að það er mjög mikilvægt að fylgjast með því sem er að gerast þarna úti á raforkumörkuðunum og þegar kemur á raforkumörkuðunum í Evrópu þá eru það helst 3 hlutir sem þarf að hafa í huga. Fyrir það fyrsta þá er langalgengasta fyrirkomulagið þar uppboðsmarkaðir sem er kannski svolítið ólíkt því sem við eigum að venjast hérna á Íslandi. Í öðru lagi, til að búa til rafmagn út í Evrópu og bara allstaðar í heiminum nánast, þá er fyrst og fremst notað kol og gas sem er líka ólíkt því sem við eigum að venjast hérna á Íslandi. Og í þriðja lagi er mikið að gerast, mikla breytingar, mikið gerjun vegna þess að við erum að reyna að bregðast við þessum loftslagsbreytingum og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Og það hefur þá áhrif á það hvaða orkugjafa við getum notað til að búa til rafmagn þarna úti og það hefur áhrif á markaðina. Og núna næstu mínúturnar förum við aðeins betur í gegnum þessi 3 atriði. En fyrst eitt skref tilbaka. Af hverju eru raforkumarkaðir? Til hvers er verið að setja á laggirnar þessi fyrirbæri? Jú, vegna þess að raforka er bara eins og allar aðrar vörur að ef það tekst að virkja samkeppni með þessa vöru, þá mun það skila ábata fyrir samfélagið og neytendum. Og ábatin eru til dæmis hagstætt verð, meiri gæði, góð þjónusta, meira val fyrir neytendur og svo að lokum til að standa undir þessu öllu þarf einhverja nýsköpun. Þetta er það sem virk samkeppni gerir og hún gerir það líka fyrir raforkuna. Ein leið til að virkja þessa samkeppni eru svo uppboðsmarkaðir og það er það sem Evrópulöndin flest hafa ákveðið að gera, að setja á laggirnar þessa formlegu, gagnsæju, frjálsu uppboðsmarkaði, þar sem að þeir sem að búa til raforku, selja hana og á móti eru
kaupendur sem þurfa þessa raforku. En hvaðan kemur framboðið á þessum mörkuðum? Jú, eins og minntist á áðan, eins og staðan er núna því miður, flestum löndum heims og rosalega mikið þarna í Evrópu, þá var það með því að brenna jarðefnaeldsneyti, kol og gas fyrst og fremst. Á kökunni þarna lengst til vinstri, þá sjáum þið hvernig heimurinn býr til rafmagn. Og þarna eru gráu sneiðarnar, allsráðandi, olía, kol og gas. En þetta er ekki nógu gott. Og af hverju er þetta ekki nógu gott? Það sjáum við á grafinu lengst til hægri. Þannig sjáum við hvað þessir orkugjafar er að losa per framleidda eining af rafmagni. Og þetta er vandamálið. Þetta er vandamálið að þetta losar svo mikið gróðurhúsalofttegundum og ef við ætlum að bregðast við þessari miklu vá sem felst í loftslagsbreytingum, þá þarf eitthvað að breytast. Og raforkugeirinn er það engan veginn undanskilinn. Og þess vegna erum við búin að setja þessi miklu markmið sem að koma til dæmis fram í Parísarsáttmálanum. Og kökunni þarna í miðjunni, sem að stendur yfir 2040 markmið, þar er Alþjóða orkumálastofnunin búin að stilla upp hvernig við þurfum að búa til rafmagn í heiminum ef við viljum bregðast við og standa við markmiðin okkar. Og þetta er mjög metnaðarfullt markmið. Þarna sjáum við hvað endurnýjanlegir orkugjafar eru algjörlega búin að stórauka hlut sinn og draga verulega úr notkun olíu, kóla og gas. En þetta er erfitt. Það er erfitt að komast þarna á milli og við gerum það bara með einhverjum stjórnvaldsaðgerðum. Og það sem að stjórnvöld hafa gert, víðum heim og líka í Evrópu, er að grípa inn í. Grípa inn í með einhvers konar tólum og tækjum. Til dæmis með því að reyna að halda niðri eða hvetja til þess að ekki verið notaðir þessari óæskilegu orkugjafar með einhvers konar sköttum og gjöldum, kolefnisgjöldum, eða með að reyna að lyfta upp og styðja við endurnýjanlegu orkugjafana. Og það hefur heldur betur verið gert. Sem dæmi, þá sjáum við hérna árlegan stuðning við endurnýjanlega orkugjafa á heimsvísu. Og þetta eru engar smá tölur. Og þetta endurspeglar hvað það er verið að taka þessu vandamáli alvarlega og það er verið að reyna að mæta þessari áskorun að byrja að nota aðra orkugjafa en kol og gas. En af hverju þarf að styðja við það? Jú, vegna þess enn sem komið eru þeir bara óhagkvæmari en að brenna kol og gas til að búa til rafmagn. Þá kemur inn þessi stuðningur. En auðvitað er vonin svo að til frambúðar þurfi ekki þennan stuðning og að smám saman standi þessi tækni á eigin fótum og geti þá keppt við kol og gas. En nú höfum við aðeins farið í gegnum hvernig orkan verður til, hvernig lönd þarna úti búa til sína orku. Hvernig verður til þá eitthvað verð á þessum mörkuðum þar sem að þessir orkugjafar mynda frambúðið. Þá þurfum við bara aðeins að rífa aftur upp hagfræði 101. Hérna er ég með mjög einfaldaða mynd af ímynduðum orkumarkaði, þar sem að ég er búin að stilla upp framboðskurvu. Hver stöpull á þessu grafi segjum að sé bara eitt orkuver. Og þarna eru bara nokkur orkuver á þessum markaði. Hvert orkuver segir svo einhverja tiltekna stund, segjum bara klukkan 3 á laugardegi, ég get búið til svona mikið af orku. En til að það borgi sig fyrir mig, þá þarf ég að fá svona mikið greitt. Og það er þá hæðin á stöplinum. Þannig að má ég hugsa þetta líka sem tilboð. Og svo er þessum tilboðum með orkuverum raðað upp frá þeim óhagkvæmasta lengst til vinstri, þessi sem þarf lægsta verðið til að framleiða, yfir til þess óhagstæðasta lengst til hægri, sem þarf hæsta verðið til að framleiða. Og svo þarf bara eitthvað ákveðið mikið af orku þessa stundina. Og til einföldunar er það bara þessi lóðrétta eftirspurnarlína. Og hún sker þá þarna eitthvað orkuver sem er þá óhagkvæmasta orkuverið sem þarf að ræsa þessa stundina. Og það er þá markaðsverðið sem að allir aðilar fá sem framleiða þá stundina. Og þeir sem framleiða þá stundina eru allir vinstra megin við eftirspurnarlínuna. Og þetta er snilldin við uppboðsmarkaði sem virkar vel. Út af þarna er alltaf verið að ræsa hagkvæmustu kostina hverju sinni. Og þar með það ábatinn fyrir neytendur. En auðvitað flækist þetta alltaf aðeins meira. Eftirspurning klukkan 3 á laugardegi er ekki svo sama á klukkan 4. Og hún er ekki svo sama á mánudegi. Og virkumdegi og helgadegi, sumar og vetur og svo framvegis. Þannig að þá gerist þetta. Eftirspurnin sveiflast og þú þarft síðasta orkuveri sem það þarf að ræsa er mismundi hverja stundu. Og þá færir mismundi raforkuverð á þessum mörkuðum sem er þarna lóðrétti ásinn
vinstra megin. Og til að tengja aftur það sem ég var að segja áðan, af hverju skipta kol og gas svona miklu máli? Jú, vegna þess að þetta síðasta orkuver sem ræst alla jafna á þessum mörkuðum svo oft kolorkuver. Þannig að það skiptir svo miklu máli hvað það kostar þetta kolorkuver, þetta síðasta orkuver, að búa til þessa næstu orkueiningu, hvað markaðsverðið verður svo sem allir fá. En síðan svo mikið að gerast þarna úti í sambandi við endurnýjanlega orkugjafa. Og það verið að styðja við þarna myndarlega, sérstaklega vindorku og sólarorku. Og einkenni þessara orkugjafa, meðal annars, að þeir hafa mjög lágan breytilegan kostnað. Þeir þurfa ekki mjög hátt markaðsverð til að vilja framleiða. Því að þegar þú ert búin að setja upp vindorkugarð eða sólarpanel, þá bara mætir vindurinn eða sólin og það verður til rafmagn. Þannig að það kemur þarna lengst til vinstri og ýtir allir framboðskurfunni til hægri. Annað einkenni þessara orkugjafa, svona ólíkt þessum hinum sem eru þarna fyrir, að til dæmis í kolorkuveri, það ertu bara með stappa af kolum og þegar þú vilt framleiða meira, þá bara hendur inn í ofnin og býr til meira rafmagn. En þessir orkugjafar, sólarorkan og vindorkan, auðvitað þannig að stundum blæs vindurinn, stundum ekki og stundum sól og stundum ekki. Þannig einhver svona ófyrirsjáanleiki og sveiflur. Og þá gerist þetta. Ekki bara sveiflast eftirspurnin, eins og við sáum áðan, heldur líka framboðsliðin komin á flegi ferð. Og sem skilar sér svo í meiri sveiflum í raforkuverði. Og áður við erum allt of sjóveik, þá skulum við fara á næstu. Og þetta gefur okkur þá eitthvað verð. Og þarna sjáum við raforkuverð á Norðurlöndum frá degi til dags, þetta svona daglega raforkuverð á þessum Nord Pool markaði. Og sjáum þessar miklu sveiflur. Fyrst sveiflur milli daga, getur sveiflast mjög mikið, en líka sveiflur milli mánaða, ára, ástíða og jafnvel sjáum við einhver svona efnahagssveiflu í þessu. Og til að bæta við, til samanburðar, þá hefur við hérna Þýskaland og Bretland. 3 mjög virkir og bara markaðir sem virka vel þarna úti, sérstaklega í Norður-Evrópu, sem við lítum gjarnan til. Og þótt að þetta sé rosalega flókin mynd, margt að gerast, þá þetta samt alltaf bara þessi einfalda framboðs- og eftirspurnarmynd. Þegar það koma þessir miklu toppar, þá það bara vegna þess að þarna var staðan einhvern veginn þannig að það þurfti hátt raforkuverð til að ræsa þennan síðasta óhagkvæma kost. En það fer ekki bara upp, heldur líka niður, til dæmis þegar það kemur svo staða, þessi mikið framboð, til dæmis bara þegar það mjög mikil framleiðsla á Norðurlöndunum, vegna þess að einstaklega hagstætt vatnsár eða eitthvað slíkt, þá sjáum við verðið fara niður og kemur svo aftur upp þegar það myndast aftur eitthvað jafnvægi. Það sem kannski sérstakast á þessari mynd, fyrir okkur sérstaklega hérna inni, neikvæð raforkuverð. Og þetta gerist í Þýskalandi, það sem búið að niðurgreiða vindorku rosalega mikið og þau hafa ákveðin forgang inn á markaðinn. Og þegar það bara blæs mjög mikið og vindorkuverin á fullu, en það ekki næga eftirspurn, segjum bara miðjanótt, þá það þannig að fólk fær bara greitt fyrir að taka á móti raforkunni, fólk og fyrirtæki. Þannig að þetta svolítið svona sérstakur vinkill þarna á þessum markaði. Ef við skoðum sömu verð, bara árleg meðaltöl, til að sjá aðeins betur svona langtíma sveiflurnar, þá sjáum við hvað þau samtaka. Samtaka vegna ýmissa þátta, þegar þetta svipaðar orkugjafar sem notað í þessum löndum, en líka þeir vel tengdir, til dæmis Þýskaland og Skandinavía ágætlega vel tengd með millilandatengingum, svo Bretland náttúrulega eyja og það smá munur á orkugjöfunum sem notaðir. Bretland nota meira gas sem lítið dýrara, Þýskaland og Norðurlönd meira kol, það að segja þetta síðasta orkuverð sem þarf að ræsa. Til að undirstreka bara ennþá frekar boðskapinn með kolin, hér sjáum við svo hvernig kolaverð hefur sveiflast yfir sama tímabil. En það ennþá meira sem hefur áhrif og það bara hvað að gerast í efnahaginum í heild. Til dæmis, þarna sjáum við uppganginn 2007-08 þegar hjól atvinnulífsins í Evrópu voru bara fullum snúningi og rosalega mikil eftirspurn eftir raforku, iðnaðurinn á fullu. Raforkuverð fer upp, svo kemur hrunið, fer aftur niður. 2011-16
lækkaði bara almennt orkuverð og hrávöruverð í heiminum og raforkumarkaðir í Evrópu voru alls engin undantekning frá því og sáum þarna þessa miklu lækkun á þessu tímabili. Og kannski það sem að almenningur tók mest eftir og það sem að flesti fundu á buddinu var auðvitað að olían fór þarna mikið lækkandi og var í lægstu lægðum 2015-16. En svo hefur verið svona almennur uppgangur síðustu misseri og raforkuverð í Evrópu hafa verið að tikka upp. Og þá til að draga saman evrópsku raforkumarkaðina þá það þannig að það verið að reyna að virkja samkeppni til hagsbóta fyrir neytendur og það meðal annars gert með þessum uppboðsmörkuðum. Kol og gas eru ráðandi á þessum mörkuðum þannig að framboðslíðan lítast rosalega mikið af þeim. Og í þriðja lagi, þetta alltaf breytast. Endurnýjanleg orkan að koma þarna inn, hafa rosalega mikil áhrif á framboðið og þá verðið. Og þess vegna ætla Dagný núna sérstaklega að fjalla endurnýjanlega orku. Gjörðu svo vel, Dagný. Takk fyrir þetta, Sveinbjörn. Já, það eru margir hlutir að gerast núna í heiminum þessa mundir í tengslum við endurnýjanlega orku. Frá aldamótum þá hefur endurnýjanleg orka í heiminum tvöfaldast. En þrátt fyrir það, þá endurnýjanleg orka núna samt einungis fjórðungur allra raforku í heiminum. Eins og framkom hérna áðan, þá hafa mörg ríki heimsins sett sér markmið í baráttunni við loftslagsbreytingar, til dæmis með Parísarsamkomulagið, og einnig með markmiðum þar þá að auka notkun endurnýjanlega orkugjafa. Og ef við lítum hérna á sviðsmyndina frá Alþjóðaorkumálastofnun og lítum til ársins 2040, þá sjáum við að það þörf á frekari vexti endurnýjanlegra raforku í heiminum. Og árið 2040, ef við viljum í rauninni sporna við hlýnun jarðar, þá verðum við að framleiða eða vinna endurnýjanlega orku, það verður að vera unnið 60% af raforku í heiminum verður að koma úr endurnýjanlegri orku. En endurnýjanleg raforkuvinnsla líka að verða hagkvæmari. Og við sáum hérna áðan magnið sem hefur verið stuðningur stjórnvalda, sem Sveinbjörn sýndi okkur áðan. Og með hjálp frá stuðningi stjórnvalda þá hafa tækniframfarir orðið hraðar og kostnaður við vinnslu með endurnýjanlegum orkugjöfum hefur fallið hratt. Nú það svo að vinnsla raforku með sólarorku og vindorku sums staðar orðin samkeppnishæf við aðra orkugjafa eins og jarðefnaeldsneyti. Og nú það einnig svo að sums staðar eru verkefni raun farin að standa undir sér án þess að fá niðurgreiðslu frá stjórnvöldum. En þessi aukna áhersla á endurnýjanlega orku kemur ekki bara frá stjórnvöldum. Heldur eru það neytendurnir sjálfir sem eru farnir að kalla eftir aukinni endurnýjanlegri orku. Loftslagsmál og umhverfismál eru farin bara að verða fólki mikilvægari. Neytendur leggja meiri áherslu á sjálfbærni og þeir vilja í rauninni bara versla við fyrirtæki sem sýna samfélagslega ábyrgð. Þetta hefur gert það að verkum að fyrirtæki eru sjálf líka farin að pressa bara á sína framleiðendur og birgja. Og til dæmis núna með aukinni rafbílavæðingu þá eru sumir stórir bílaframleiðendur farnir í auknum mæli að fókusera á græna virðiskeðju og sumir farnir að kalla eftir því að álið sem notað í bílan hjá þeim sé framleitt úr grænni orku. En það núna eru fjölmörg fyrirtæki farin að setja sér sjálfbærni markmið og meðal annars með því að setja sér skuldbindingar það að nota einungis endurnýjanlega orku. Til dæmis hérna sjáum við fyrirtækin sem eru í RE100 sem eru bara svona, þetta alþjóðlegt framtak fyrirtækja, áhrifaríkara fyrirtæki í heiminum sem hafa sett sér þetta sameiginlega markmið að nota einungis endurnýjanlega raforku fyrir ákveðin tíma. Og með þessu vilja þá fyrirtækin bara auka eftirspurn eftir raforku, endurnýjanlegri raforku í heiminum og þar með auka vinnslu hennar. En innan RE100 eru núna 154 fyrirtæki og það fljótt að bætast við eins og þegar ég kíkti á fjöldan fyrir rúmum 1,5 mánuði eða svo og þá eru fyrirtækin 145. Þannig við sjáum að það eru alltaf að bætast í hópinn. Þetta rauninni bara fjölbreyttur hópur fyrirtækja. Við sjáum hérna mörg fyrirtæki sem við þekkjum. Þetta eru tæknifyrirtæki, bílaframleiðendur, verslanakeðjur og bara, já, svo mætti ég lengi telja. Þarna sjáum við fyrirtæki eins og H&M, Nike, Lego og svo eru þarna fyrirtæki eða flugvellir eins og Heathrow flugvöllur og Gatwick. Þeir taka þátt í þessu líka.
En fyrirtæki þau geta farið mismunandi eða ýmsar leiðir að því að ná þessum markmiðum sínum. Og ein leið sem fyrirtæki fara að vinna eigin endurnýjanlega orku á lóð fyrirtæki sinna. Og þá eru þau til dæmis að koma upp sólarsellum á þök bygginga í fyrirtækjum sínu. Önnur fyrirtæki eru svo að fjárfesta beint í einhverju endurnýjanlegu orkuveri. Og þá er það kannski þannig að fyrirtæki er eigandi að vindorkugarði sem er þá staðsettur bara á þeim stað sem er hagkvæmast að vinna raforkuna. Og raforkan fer svo út á flutningskerfið. Síðan eru það tvíhliða samningar græna raforku sem hafa verið að njóta sívaxandi vinsælda. En þetta eru samningar á milli þá raforkuvinnsluaðila eða eiganda einhvers endurnýjanlegs orkuverkefnis og fyrirtækis kaup á ákveðnu magni á raforku. Fyrirtæki og neytendur geta í raun stutt líka við uppbyggingu endurnýjanlegra orkugjafa með því að kaupa græn skírteini. En græn skírteini, þau eru í raun bara staðfesting á því að tiltekið magn raforku hafi verið framleitt úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Þau eru jafnframt samt óháð, þau eru reyndar sjálfstæð söluvara þessi skírteini og eru óháð afhendingu raforkunar. Og með kaupum á þessum skírteinum þá gefst í rauninni kaupendum kostur á því að styðja við uppbyggingu endurnýjanlegra orkugjafa þar sem það er rauninni hagkvæmast að vinna orkuna. Og á sama tíma þá fá raforkuvinnsluaðilarnir í raun greitt sérstaklega fyrir þennan græna þátt í vinnslu sinni. En það er hægt að fara þá leið að kaupa einungis græn skírteini eða kaupa græn skírteini sérstaklega, en mörg fyrirtæki eru líka til þess að blanda þessum leiðum saman og græn skírteini fylgja oft með þessum leiðum sem ég nefndi hér. En þau eru raunin nauðsynleg fyrir fyrirtæki sem fylgja greenhouse gas protocol og vilja í grænu bókhaldi sínu skrá það að þau séu að nota græna raforku. En það eru nokkur kerfi græna skírteina í heiminum og í Evrópu er þetta kallað kerfi upprunaábyrgða eða guarantees of origin og Ísland tekur þátt í því kerfi. En eftirspurnin eftir þessum skírteinum hefur líka verið að vaxa töluvert síðustu ár og ef við skoðum hvernig magn í þessum útgefnum grænu skírteinum í fyrra var samanborið við árið 2011 þá fjórfaldaðist árlegt magn í þessum skírteinum. Verðið hefur sömuleiðis farið töluvert hækkandi og sérstaklega síðastliðið ár. Og á Norðurlöndunum hefur verðið síðustu misseri verið 1 til 2 evrur á megawattstund. En með lækkandi kostnaði við vinnslu endurnýjanlegrar orku og í rauninni með því að það er að verða samkeppnishæfari kostur fyrir mörg fyrirtæki, þá eru þessi grænu tvíhliða samningar eða sem er gjarnan kallað corporate green PPAs að verða álitlegri kostur fyrir mörg fyrirtæki. Þá gera sérst fyrirtæki og raforkuvinnsluaðili samning sín á milli kaupa ákveðnu magni raforku og þetta eru ofta samningar til langstíma, kannski 10 til 20 ára og í þeim er samið eitthvað fasta verð. Þannig að með þessu þá geta fyrirtækin í rauninni verið að uppfylla sjálfbærnimarkmið sín en á sama tíma getur þau tryggt sér ákveðið magn raforku til lengri tíma. Og þarna getur þau einnig í rauninni vernda sig gagnvart þessum sveiflum á uppboðsmörkuðum í raforkuverði, uppboðsmörkuðum sem við sáum áðan hjá Sveinbirni. En þetta veitir líka ákveðið öryggi fyrir raforkuvinnsluaðilana. Það sem er rauninni framtíðartekjur þeirra verða þá tryggar og auk þess sem að fjármögnun verkefna verður auðveldari. Og sérstaklega núna, eins og ég kom inn á áðan, þegar fer að draga úr þessum stuðningi stjórnvalda og verkefnin þurfa þá sjálf að fara að standa undir sér bara á þeim verðum sem fást fyrir raforkuna. Og hérna fyrir aftan mig, þá sjáum við þróun í gerð þessara samninga síðustu ár. Við sjáum hérna árlegt magn í þessum sem hafa verið gerðið í þessum samningum í heiminum. Og ef við kíkjum bara til dæmis á hvað magnið er orðið mikið þar sem af er af ári, þá er magnið í ár orðið nú þegar 60% meira en allt árið í fyrra. Þannig við sjáum að fyrirtæki eru í auknum mæli að gera þessa samninga.
En sem dæmi stóran aðila sem kaupanda í þessum grænum tvíhliða samningum eru til dæmis Facebook. En núna á árinu 2018 eru þeir stærsti kaupandi í slíkum samningum þar sem að vera af ári. En Facebook líka tekur þátt í RE100 eins og ég sýndi okkur áðan og hefur sett sér markmið að nota einungis endurnýjanlega raforku í allri starfsemi sinni fyrir árið 2020. IKEA hefur einnig sett sér sambærilegt markmið á Facebook en þau hjá IKEA hyggjast vinna jafnmikið af endurnýjanlegri raforku og þau nota fyrir árið 2020. IKEA hefur líka verið yfir við bara fjárfesta beint í endurnýjanlegum vindorkugörðum til dæmis og núna nýverið þá sömdu þeir kaup á vindorkugarði í Finnlandi sem var án allra ríkisstyrkja. IKEA hefur líka verið að nota sólarorku og eru margar verslanir IKEA með sólarsellur á þakinu. Svo líka dæmi til dæmis Carlsberg. Þeir hafa sett sér markmið einnig að nota einungis endurnýjanlega raforku og sett sér metnaðarfull sjálfbærni markmið. Og þeir ætla að nota einungis endurnýjanlega raforku fyrir árið 2022 en núna eru þeir bæði að vinna sjálfir endurnýjanlega raforku og auk þess sem þeir eru að kaupa græn skírteini fyrir líka hluta notkun sinnar. En eins og við erum búin að sjá, þá vitum við að það er þörf á aukinni endurnýjanlegri raforku í heiminum og neytendur eru bara sjálfir farnir að kalla eftir þessari orku. Þeir vilja endurnýjanlega raforku. Fyrirtæki eru líka bara farin að sjá verðmæti í þessu. Bæði bara geta nota þetta til að markaðssetja sig, uppfyllt sjálfbærni markmið sín og svo líka bara fjárhagslegt öryggi. Og fyrirtæki geta farið ýmsar leiðir að þessari grænu raforkuframtíð sem við viljum sjá og þannig er lagt sitt af mörkum í baráttunni við loftslagsbreytingar. En nú er ég og Sveinbjörn aðeins búin að segja ykkur frá raforkumörkum og endurnýjanlegri orku í alþjóðlegu samhengi. En nú ætlum við að færa okkur aðeins til Íslands og Valur ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig viðskiptum með raforku er háttað hér á landi. Gjörðu svo vel, Valur. Takk fyrir þetta, Dani. En ég ætla að byrja því að segja ykkur frá helstu einkennum íslenska raforkumarkaðarins. Megin einkenni markaðarins er það að hér er einungis 100% endurnýjanleg raforka. Eins og Dani var að segja ykkur frá hérna áðan, þá er verðmæti endurnýjanlegrar orku að vaxa í heiminum því að þetta er góða fréttir fyrir okkur. Einnig notust við ekki við neitt jarðefnaeldsneyti við raforkuvinnslu, ólíkt því sem að gerist á erlendum mörkuðum þar sem það er gjarnan verðmyndandi þáttur, þannig að það er líka eitt stór aðgreiningarmunur. Við erum ekki með neitt uppboðsmarkað á Íslandi fyrir raforku, en það þýðir samt ekki það að við séum ekki með neitt markað. Við erum bara með annars konar markaðsform, við notumst við svokallaða tvíhliða en þar eru henni kaupandi og seljandi semja sín á milli magn, verð, tímalengd og aðra verðmyndandi þætti. Það má skipta íslenska raforkumarkaðnum upp í 2 undirmarkaði. Annars vegar stórnotendamarkað og hins vegar smásölumarkað fyrir heimili og almennt atvinnulíf. Ísland er einangrað kerfi ef við horfum á raforkuna. Við erum ekki með neina tengingar við önnur lönd. Undanfarin ár hefur verið aukin áhersla lögð á það, til dæmis í Evrópu, að bæta tengingar, styrkja flutningsinnviði og annað slíkt. Ástæðan fyrir því er aukin magn endurnýjanlegra orkugjafa og þeir krefjast sterkari innviða. Það er vegna þess að við stýrum því ekki hvar og hvenær vindurinn blæs og þá þurfum við að geta fært orkuna frá þeim stað þar sem framleiðslan er og þar sem eftirspurnin er. Nú ætla ég að fara með ykkur yfir ferlið á íslenska orkumarkaðnum frá vinnslu til notkunar. Raforkuvinnsla er samkeppnismarkaður á Íslandi og það eru 3 fyrirtæki langstærst. Landsvirkjun, Orka náttúrunnar og HS Orka framleiða samtals 97% af allri raforku sem unnin er á Íslandi. Raforkuvinnsluaðilarnir þeir afhenda orkuna inn á flutningskerfið. En flutningskerfið það er svokölluð sérleyfisskyld starfsemi
en það þýðir að ákveðnar reglur gilda verðlagningu og arðsemi til verndar fyrir neytendur. Það er bara eitt fyrirtæki sem rekur flutningskerfið, en það er Landsnet og sér það að flytja orku á milli landshluta á hárri spennu. Vinnsluaðilarnir geta síðan ákveðið hvert þeir vilja selja orkuna. Þeir geta annars vegar selt hana inn á stórnotendamarkað sem er alþjóðlegur samkeppnismarkaður þar sem íslensk orkufyrirtæki í samkeppni við erlend orkufyrirtæki að fá viðskipti við Ísland. Stórnotendur þeir tengjast beint við flutningskerfið og fá raforkuna afhenta á hárri spennu. Hinn valmöguleikinn að selja orkuna í gegnum heildsölumarkaðinn. Það er innlendur samkeppnismarkaður þar sem að íslensk orkufyrirtæki að keppa sín á milli, en á heildsölumarkaðnum Landsvirkjun langstærsti aðilinn. Sú orka sem að fer í gegnum heildsölumarkaðinn fer síðan áfram inn á dreifikerfið, en það er líka eins og flutningskerfið sérleyfisskyld starfsemi þar sem eru 6 fyrirtæki starfandi. Þau eru hvert starfandi á sínu svæði, þannig að bara eitt fyrirtæki á hverju svæði og þau sjá að flytja orkuna inn í hús til okkar þannig að við getum stungið símanum okkar í samband og hlaðan á réttri spennu. Síðasti hlutin er smásalan. Það er einnig samkeppnismarkaður og við sjáum hvaða fyrirtæki eru þar. Það sjáum að þetta eru miklu leyti sömu fyrirtæki og eru í vinnslunni. Við sjáum þó að Landsvirkjun ekki þar, en Landsvirkjun starfar ekki á smásölumarkaði, heldur einungis á stórnotendamarkaði og selur sína heildsölu sem aðrir selja sína áfram í smásölu. Einnig sjáum við þarna fyrirtæki sem eru ekki með neina orkuvinnslu sjálf, en þau kaupa alla sína orku í gegnum heildsölumarkaðinn og selja áfram til endanotenda. Önnur fyrirtæki þau blanda saman eigin raforkuvinnslu og því sem þau kaupa á heildsölumarkaðnum. Ef við skoðum aðeins betur raforkuvinnsluna á Íslandi, árið 2017 vann Landsvirkjun 73% af orkunni sem var unnin á Íslandi. Orka náttúrunnar var næstast með 18% og HS Orka þriðja með 6%. Aðrir voru með 3%. Ef við skoðum notkunarhlutann, þá er stórnotendamarkaður notar 80% af magninu á Íslandi. Almennu markaður sem það fyrirtæki og heimili, atvinnulíf og heimili, hann notar 20% og af þeirri sneið notar atvinnulífið 3/4 og heimilin 1/4. Heimilin nota því samtals 5% af heildarorkunni sem notuð á Íslandi. Ég ætla aðeins að fara yfir með ykkur núna þessa 2 undirmarkaði og meginmuninn á þessum 2 mörkuðum. Annars á stórnotendamarkaði og svo smásölumarkaði til almennra nota. Fyrsti og jafnframt stærsti aðgreiningarmunurinn sá að stórnotendamarkaður alþjóðlegur samkeppnismarkaður. Það eru íslensku orkufyrirtækin að keppa við erlend orkufyrirtæki að fá viðskipti til Íslands. Dæmi þetta geti verið gagnaver sem að leita sér að staðsetningum. Þetta gagnaver geti verið að skoða Ísland og svo kannski Skandinavíu. Þá eru íslensku orkufyrirtækin að keppa við norræna risa eins og Vattenfall og Statkraft að fá viðskipti við þetta gagnaver. Á smásölumarkaðnum það hins vegar þannig að íslensku orkufyrirtækin eru innbyrðis að keppa sín á milli að fá viðskipti við aðila sem búa og starfa eða reka einhverja þjónustu á Íslandi. Næsti aðgreiningarþáttur í rauninni stærðin eða magnið sem viðkomandi aðili notar. Samkvæmt raforkulögum þarf notandi að nota minnstu kosti 10 megavött á einum og sama staðnum til að geta talið sem stórnotandi. Til að setja þá tölu í stærðarsamhengi þá þarf 15.000 heimili til þess að ná 10 megavöttum. Ef við skoðum típiska stærðir stórnotenda, álver sem við þekkjum vel hér í Íslandi, þau eru almennt á bilinu 3 til 600 megavött, þannig að þau eru langt yfir þessum mörkum. Kísilver eru típist 30 til 150 megavött og gagnaver 10 til 100 megavött. Þriðji aðgreiningarþátturinn sá að stórnotendur þeir tengjast beint við flutningskerfið, þeir taka á móti orkunni á hárri spennu og nota hana þannig.
Á smásölumarkaðnum það þannig að fyrst þarf að flytja orkuna í gegnum flutningskerfið frá virkjun milli landshluta og síðan þarf að tengja dreifikerfinu til þess að fá orkuna inn í hús til sín. Það sem skiptir máli þarna að það mun dýrara að dreifa orku heldur en að flytja hana. Og þetta eitt stærsti munur sem orsakar mun í heildar raforkukostnaði stærri notenda og smærri notenda. Og ég mun sýna ykkur þetta nánar hérna eftir. Stóri notendur eru almennt með mjög jafnt álag. Þeir keyra verksmiðjurnar sínar eða gagnaverin allan sólarhringinn með svipuðu álagi, hvort sem það dagur eða nótt, sumar eða vetur eða annað slíkt. Minni notendur eru almennt með breytilegra álag. Það getur verið munur milli dags og nætur, við erum kannski með topp klukkan 7 þegar allir elda kvöldmat og svo líka munur milli sumars og veturs sem til dæmis skýrist af áhrifum hitastigs. Síðasti aðgreiningarþátturinn sá að stórnotendamarkaðurinn almennt í erlendri mynt. Ástæðan sú að það alþjóðlega markaður og verið að semja við alþjóðlega viðskiptavini í alþjóðlega samkeppni, á meðan að smásölumarkaðurinn að þar eru íslenskir aðilar að semja innbyrðis sín á milli viðskipti og þau fara fram í íslenskum krónum. Ef við snúum okkur aðeins að raforkureikningnum. Efla verkfræðistofa gaf nýlega út skýrslu þróun raforkuverðs á Íslandi. Þar kemur fram að raforkureikningur heimila að þar raforkuverð 31% af heildarreikningnum. Flutningur og dreifing það að koma orkunni frá virkjun til endurnotenda tæplega 50% af heildarreikningnum. Þannig að það langveigamesti þátturinn í raforkukostnaði heimila. Það líka áhugavert þarna að sjá að dreifing 400 dýrari heldur en flutningur. Og þetta líka þess að skýrir þennan mun í kostnaði á milli stórra og smára notenda. Það að dreifingin svo dýr og þess vegna raforkukostnaður smærri notenda mun hærri heldur en minni notenda. Opinber gjöld svo 21%. Ef við skoðum aðeins hvernig þetta passar við flæðið á íslensku orkumarkaðnum sem þið sáuð áðan, að þá geta smásalar raforku, þeir geta aflað sér orku á 2 vegu. Annars vegar með eigin raforkuvinnslu og hins vegar með kaupum á heildsölumarkaði sem í flestum tilfellum í gegnum Landsvirkjun. Þetta eru nokkurn veginn jafn stóru hlutar, þannig að meðaltali má segja að Landsvirkjun sé með helminginn af smásölumarkaðinum í gegnum heildsölumarkaðin. Restin kemur frá eigin vinnslu raforku smásalana, en þetta hlutfall þó mjög breytilegt að milli aðila. Sumir eru að mestu leyti með eigin raforkuvinnslu, meðan aðrir reiða sig eingöngu á kaup í gegnum heildsölumarkaðin. En þar sem að Landsvirkjun hefur svona mikil áhrif á smásölumarkaðin í gegnum heildsölumarkaðin, ætla ég að útskýra fyrir ykkur vöruframboð Landsvirkjunar á heildsölumarkaði. Fyrsta og jafnframt ódýrasta varan sem við bjóðum þar kallast grunnorka. Þar eru við með jafnt álag, allan ársins, allar klukkustundir og þetta sambærileg vara og stóru notendur að nota. Hún einnig verðlögð á sambærilegan hátt til stóru notenda og smára notenda. Næsta vara kallast mánaðarblokkir, en þar eru við með jafnt álag innan mánaðar en breytilegt álag á milli mánaða. Þetta hentar til þess að jafna álag til dæmis að milli árstíða, milli sumars og veturs, en það almennt minna álag á sumrin heldur en á veturnar. Mánaðarblokkir þær eru aðeins dýrari heldur en grunnorkan. Næsta vara kallast breytileg orka. Hér erum við breytilegt álag innan mánaðarins og hentar þetta því vel til þess að jafna sveiflur til dæmis innan dagsins, milli dags og nætur eða milli helga og virkra daga. Hér greitt sérstaklega fyrir hennar sveigjanleika sem í samningnum og því þessi vara aðeins dýrari heldur en mánaðarblokkin. Að lokum bjóðum við upp á vöru sem að kallast skammtímakaup, en það hægt að kaupa stakar klukkustundir. Þetta dýrasta varan ef við horfum á einingaverðið, en ef við horfum á það að hægt að kaupa eina staka klukkustund í staðan fyrir að kaupa heila mánuð, að það hún hagkvæm með því að blanda henni saman við hinar vörurnar. Og allir okkar viðskiptavinir á heildsölumarkaði þeir að kaupa eitthvað sambland af þessum öllum vörum. Og sumir hverjir eru síðan að blanda þessu við eigin
orkuvinnslu, þannig úr því kemur einhver blanda og einhver meðalkostnaður. En vöruframboð og verðlagning Landsvirkjunar á heildsölumarkaði hefur breyst á undanförnum árum með það markmið að stuðla betri nýtingu innviða raforkukerfisins. Verð á sveigjanleika eða afli hefur hækkað undanfarin ár, en á sama tíma voru innleidd þessi skammtímaviðskipti, sem ég sagði ykkur frá áðan, og það vó upp á móti þessi hækkun á sveigjanleikanum, þannig að það nettaðist nokkurn veginn út. Verðlagning innan ársins hefur líka breyst, verð á sumrin hafa hækkað, en þau hafa staðið í stað eða lækkað yfir vetrarmánuðina. Þrátt við þessar breytingar að þá hefur meðalverð í heildsölu hjá Landsvirkjun á föstu verðlagi farið lækkandi undanfarin ár. Á sama tíma hefur nýting innviða raforkukerfisins aukist til hagsbóta fyrir okkur öll. Ég ætla aðeins að sýna ykkur betur núna hvernig þessi nýting hefur batnað. Í eldra kerfi að þá var mjög mikill sveigjanleiki innbyggður í samninga viðstæðina Landsvirkjunar á heildsölumarkaði. Með breytingum á vöruframboði og verðlagningu og hvötum sem fylgdu því að þá var rauninni hvati fyrir viðstæðina til að samnýta þennan sveigjanleika. Með þessari auknu samnýtingu að þá batnaði nýting kerfisins, sem við sjáum hérna á myndinni, og þessi aukning þessi bætta nýting, hún jafngildir sveigjanleikanum í Búrfellsvirkjun 2 sem Landsvirkjun tók í notkun fyrr á þessu ári. Ef við förum aftur og skoðum raforkureikning heimila og skýrslu Eflu orkuverð á Íslandi, þá kemur það fram að raforkuverð Landsvirkjunar á heildsölumarkaði hefur lækkað 14% á föstu verðlagi frá árinu 2007 til 2017. Hlutfall raforkuverðs í raforkureikningnum sjálfum hefur einnig farið lækkandi, farið úr 33% í 31% á tímabilinu. Flutningskostnaðar hefur einnig farið lækkandi úr 11% í 10% á tímabilinu. Dreifikostnaðar hefur hækkað, eða hlutfall hans, úr 37% í 39%. Opinber gjöld hafa hækkað lítillega úr 20% í 21% vegna upptöku svokallaðs jöfnunargjalds. Ef við skoðum síðan hlutfall heildsöluverðs Landsvirkjunar af heildarraforkureikningi heimila, þá hefur það farið úr 31% í 23%. En hafa bara í huga að Landsvirkjun selur fyrirtækjunum áfram og það er rauninni mismunandi hvað hlutfall hvert og eitt fyrirtæki er að kaupa Landsvirkjun. Sumir kaupa allt, sumir kaupa mjög lítinn hluta. Við skoðum núna hvernig þetta raforkureikningur heimila í Íslandi er í norrænu samhengi. Samorka tók saman árlegan raforkukostnað heimila á Norðurlöndunum árið 2018. Við sjáum þarna að raforkukostnaðurinn er lægstur í Oslo og Reykjavík, og í Reykjavík er hann 86.000 krónur á ári fyrir meðalheimili. Raforkukostnaðurinn er hæstur í Kaupmannahöfn eða 179.000 krónur á ári, þannig að hann er umtalsvert hærri heldur en til dæmis Íslandi og í Noregi. Það sem er áhugavert við þessa mynd, við skoðum efsta partinn af súrunum sem eru aðrir skattar. Og þetta eru skattar sem eru lagðir á endurnotendur raforku til þess að styðja við uppbyggingu endurnýjanlegra orkugjafa. Við sáum áðan hjá Sveinbirni mynd þar sem sýnir stuðning til endurnýjanlegra orkugjafa og það voru hann einhverjar 140 milljarðar bandaríkjadala árið 2016 og það þarf að fjármagna það einhvern veginn og það er gert með því að leggja skatta á endurnotendur raforku. Við erum svo heppin á Íslandi að vera einungis með endurnýjanlega orku og þess vegna þurfum við engan skatt eins og þarna. Ef við drögum núna saman viðskipti með raforku á Íslandi, þá er helsta einkenni markaðarins það að hér er einungis 100% endurnýjanleg raforka. Markaðurinn er tvískiptur, annars vegar alþjóðlegur samkeppnismarkaður og innlendur samkeppnismarkaður. Með breytingum á vöruframboði og verðlagningu á heildsölumarkaði hjá Landsvirkjun hefur náðst fram bætt nýting í innviðum raforkukerfisins og heildsöluverð hefur lækkað á föstu verðlagi. Hér í morgun sagði Sveinbjörn okkur frá því hvernig samkeppni og markaðir hafa verið nýttir til hagsbóta fyrir neytendur í Evrópu. Dagný sagði okkur frá því
hvernig verðmæti endurnýjanlegrar raforku hefur verið að aukast. Ég fór svo yfir íslenska markaðinn. Nú taka við pallborðsumræður sem að Kristján Kristjánsson fjölmiðlamaður mun stýra. Já, komið sæl. Ég þarf aðeins að teygja lopan hérna með að við erum að flytja borðin hérna upp. Ég er með síman ef börnir hringja. Við ætlum sem sagt að reyna að í 4 saman að víkka aðeins og dýpka þessa umræðu sem hefur verið í gangi. Svakalegt sviðsljós hérna. Og fara aðeins betur í þessa þætti, sjá aðeins, við ætlum að velta dálítið mikið fyrir okkur samkeppnisstöðu Íslands. Eins og framkom í erindunum þá erum við með orkumarkað sem er algjörlega einstakur að því leyti til að hann er byggður upp á endurnýjanlegri orku og eingöngu. En það stefna allir í þá átt og þá er lítið spurningin hvernig við nýtum þetta viðskiptatækifæri sem við höfum og hvort við viljum nýta það. Því að það er nú eins og þannig að við höfum kannski að einhverju marki talið okkur trúum að væri betra að náttúran væri ósnert heldur en hún væri virkjuð og það er auðvitað svona stóra deilumáli sem að kannski blasir við okkur í framtíðinni hvernig við ætlum að nota alla þessa miklu ónýttu orku sem við höfum og hvernig við viljum nýta hana. En þetta er sem sagt, ég ætla að fá ykkur til að koma upp, þannig ég standi nú ekki hérna einn bara fram til degi. Við ætlum að tala saman í svona hálftíma, gjörið svo vel. Hérna Stefanía, Eyrún og Jón og hérna við ætlum ekki að leyfa neina spurningar því við erum svo hrædd við það. Nei, það er nú ekki þess vegna. En hérna við ætlum bara að gera þetta svona núna og reyna að vera búin svona 10 mínútur í eitthvað svoleiðis. Og svo ætla sérfræðingar Landsvirkjunar að vera hérna bara á gólfinu með ykkur, þannig ef þið hafið margar spurningar að þá eru þið tilbúnir að rökræða það við ykkur fram og tilbaka. Og það segir ykkur líka frá því að síðan að við erum líka á YouTube, eins og allir góði menn og konur, þá erum við á YouTube og Landsvirkjunum er sérstakar ás og svo kemur allt efni inn á vef Landsvirkjunar, bæði glærur og erindin sjálf. En sem sagt rétt örstutt allir úr orkugeiranum þekkja Jón sem er búinn að vera hérna 35 ára að kanna orkuverð á Íslandi og veit allt það hvernig það hefur þróast. Eyrún er síðan sérfræðingur í grænni orku, hún er í Noregi, hefur verið á Landsvirkjun hér áður og svo er Stefanía sem er núna yfir viðskiptaþróunni hjá Landsvirkjun en var áður hjá CSVP og sagði mér reyndar áðan að hún hefði verið í orkugeiranum mörg ára á undan og ég var ekki hissa á því að hún virðist vita allt þetta. Við taldum hún byrjaði í febrúar þannig ég fatt ekki hvernig það gat verið. En allt í góðu. Við ætlum að byrja á byrjum á þessu aðeins Stefanía, sko, við sjáum að Ísland er með þessa sérstöðu, við erum með þennan græna markað heima sem er öfundsverður og hvernig nýtum við best þessa sérstöðu, hvað gerum við í næstu árin með að við höfum samkeppnisforskot, hvernig við nýtum við það? Já, af því við sjáum að það vilja allir fá þessa grænu orku, það er mikil eftirspurn eftir henni. Já, við sjáum það og eins og var útskýrt hérna áðan að þá erum við sko, við búum við það að við erum með 100% endurnýjanlega orku, það kemur með sínum áskorunum að sjálfsögðu og við getum ekkert kveikt upp í kolaverið þegar að vanta meira, við þurfum alltaf, þetta er svona bestunamál sem að við þurfum bara að vanda okkur mjög mikið við og við erum að sjá bara mjög miklu aukna eftirspurn. Við erum að sjá aukna eftirspurn frá sko, nýjum aðilum sem vilja koma til Íslands og vilja staðsetja sig á Íslandi og vilja kaupa orku á Íslandi. Partur af þessu er auðvitað að það er verið að horfa á að hér er græn orka og hér er aðgangur að grænni orku og hluti af þessu er líka að orkuverð hefur verið að þróast á alla vegu út í Evrópu og víðar og þá er auðvitað verið að leita þessi fyrirtæki að hagkvæmustu leiðunum og þau koma hingað og það er mjög mikið af fyrirspurnir sem við erum að fá á Landsvirkjun Og þurfum við að segja nei við marga? Já, við höfum þurft að segja nei við marga. Það er bara staðan. Og þessi eftirspurn, hún fer sívaxandi Já, eða hvað? Hún fer vaxandi og svo höfum við líka bara orðið mjög mikið vör við aukna eftirspurn frá núverandi viðskiptavinum. Því að það er uppgangur. En hvernig stöndum við undir öllu þessum óskum? Já, sko, þetta er alltaf spurning frambúð og eftirspurn, eins og var útskýrt svo vel í þessum fyrirlestri áðan, að þegar er svona mikil eftirspurn þá stöndum við þetta frammi fyrir því hvert á orkan að fara
Og í svona frambúða eftirspurnakerfi þá er þetta alltaf spurning hver að borga best. Já, það ekki? Jú, sjálfsögðu. Hvernig horfir þetta við þér utanfrá, Eyrún, þessi markaður hérna? Það verður mjög áhugavert að fylgjast með þessu og eins og ég tek oft sem dæmi að það er búið að vera meiri þróun síðustu 2 árin en síðustu 10 árin. En í rauninni getur sagt síðustu 6 mánuði að þá er breytingi verið meiri síðustu 6 mánuði en síðustu 2 ár. Þannig að þróunin er mjög hröð. Í átt að þessari grænu? Já, núna er það ekki þannig að það þarf að selja í rauninni þetta græna virði til fyrirtækina. Heldur núna sjá þau að það er bara mikilvægt að vera með ef þau ætla að vera samkeppnishæf. Þeir sjá að samkeppnisaðilar eru að gera þetta og þeir vilja vera með því og svo eru þetta að þeir vilja axla samfélagslega ábyrgð og það er ekki bara það, heldur þeir sjá að þetta skila sér tilbaka. Þeir eru viðskiptum, þeir fjárfesti í ykkur og fjárfestingin er að skila sér tilbaka. Ég held að það sé mikilvægt að koma fram að núna erum við á Landsvirkjun með 2 vörur eins og var útskýrt áðan að þá við erum að selja orku og við erum líka að selja grænskírteini og það er líka orðið óbúslega mikil aukning í eftirspurn eftir þessum grænu skírteinum. Og það er það sem þessi þróun líka. Og það er áhugavert að sjá og hvernig það er náttúrulega margir sem skilja ekki alveg hvernig þessi markaði virkar með grænu skírteinin og ég skil það mjög vel því að fyrir marga er þetta ólógist að skilja. En þannig er nú bara staðan að eftir árið 2000 þá eru raforkufyrirtæki sem eru að vinna endurnýjanlega raforku. Þau voru fram að því með 1 vöru, nú með 2 vörur. Og þá eru þess að fyrirtæki svo Landsvirkjun með raforkuna og svo með græna hluta. En þessi græni hluti, þessi grænu skírteini eru þannig ef ég skil það rétt að maður getur keypt þau en það þarf ekkert endilega að segja til hvort maður er að nota græna orku, er það? Jú, það er akkurat það er góð spurning því að það er mjög mikilvægt að til dæmis eins og stóriðan hér á Íslandi hér á Íslandi, við erum vissulega eyja og hér er einungis unnin endurnýjanleg raforka en til að aðilar geti fengið staðfesta og stimpla þegar sé að nýta endurnýjanlega raforku þá þurfa þeir að greiða fyrir hennar græna hluta og það er það sem erlendir aðilar eru að gera núna í auknum mæli og eins og Dagný nefndi áðan hérna með R100 og það eru náttúrulega stærstu fyrirtækin í heimi sem eru nú orðin og leiða rauninni það og það er gaman að sjá hvernig fleiri fyrirtæki eru að koma þar inn og úr öllum geirum. Þetta er ekki bara einhver einn geiri, þetta eru öllum geirum og saman hvort að fyrirtæki sé að nota lítið raforku eða meira, það eru allir með. Og þess vegna segi ég bara verið spennandi að sjá núna næstu 2 árin hvernig Ísland ákveður að vera með. Ísland er nú vanalega einmitt framalega í öllu, þannig að ég vona núna að þessi fyrirtæki sem eru í samkeppni á alþjóðlegum mörkuðum að þau sjáu sér hag í því núna að greiða fyrir þennan græna hluta því að það styrkir samkeppnina. Það er bara mjög mikilvægt. Má ekki bara varpa þessu beint á þig, Stefánia? Já, við Landsvirkjun er náttúrulega, þetta er búið að vera í gangi nokkur ár, grænu skírteinin. Og þetta ruglar svolítið það er stundum talað upprunavottorð en það er rosalega erfitt að vita hvaðan raforka er upprunnin þá kveikir ljósið og veist ekki hvort það kemur úr blönduðu búrfelli eða hvort það kemur úr jarðvarma eða vatnsafli þannig að eins og Eyrún er útskýrað þá er þetta bara sérstakt markaðskerfi og þetta er hvatakerfi, þetta er kerfi sem að virka þannig að endanotandinn hefur val það eða framleiðandi hefur val það að kaupa sér græn skírteini til hagsbóta fyrir sjálfan sig þá á mörkuðum og Landsvirkjun hefur verið að selja þessi grænu skírteini og Landsvirkjun hefur verið að láta þessi grænu skírteini fylgja með á heildsölumarkaði, þessum heildsölumarkaði sem að Valur var hérna að útskýra og á heildsölumarkaði þá fara græn skírteini með allri orku inn á heildsöluna og það gefur í rauninni hverju einasta íslenska heimili rétt og í rauninni gefur hverju einasta íslenska heimili græna vottaða raforku og á sama tíma að þá er íslenskt atvinnulíf, íslensk fyrirtæki, þau hafa rétt á að nýta sér þessi grænu skírteini sér til hagsbóta og þau geta nota þetta, hver einasti garðyrkjubóndi er með vottaða græna raforku. Í rauninni þurfa aðilar bara staðfesta við smásalan til þess að geta nota þetta. Hvert einasta íslenska hótel er með vottaða græna raforku. Og íslensk fyrirtæki geta nýtt sér þetta miklu meira. Eru þau að borga eitthvað? Þetta er innifalið í heildsöluverðinu. Já, þetta er innifalið. Þannig að Landsvirkjun hefur látið þetta fylgja með inn á heildsölumarkaðinu en auðvitað eins og Valur var útskýrað áðan að svo þegar kemur að smásölunni þá blandast svolítið saman framleiðsla smásalans og það sem að smásölun kaupir á heildsölumarkaði. En hver
hvert einasta íslenska heimili og íslenskt atvinnulíf á rétt á þessu. Og mér finnst sko að íslensk fyrirtæki þurfa að geta, þetta tækifæri, þetta gríðarlegt tækifæri til að auglýsa sig upp sem sagt, bara að vera með vottaða græna orku. Ég kannski get nefnt sem dæmi mitt og það engin tilviljun að þeir eru oft, eins og með þetta eru 100 að það eru nokkuð fyrirtæki sem kom inn á svipuðum tíma og það engin tilviljun að það eru samkeppnisaðilar og þeir sjá ef að samkeppnisaðilinn gerir þetta þá verð ég að gera þetta og eins og Dagný nefndi líka og það neytendur eru að sem sagt Þannig að endanum snýst þetta allt það sem við kallum svona maður sletta bottom line hjá fyrirtækjunum. Já, þetta gerir það. Hvernig Jón, svo við höldum þér nú ekki bara á kantinum, hvernig ég veit að þú hefur svona einhverjar skrúblur þennan græna markað, það ekki? Hvernig hann virkar? Jú, frá því að markaðurinn opnaðist á Íslandi 2005 þá hefur samkeppni farið vaxandi á markaðnum og einn þáttur sem hefur verið að gerast undanfarna það með þessi grænu skiptinni. Í dag við hjá Eflu erum ofta að bjóða út raforkunotkun fyrir fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög. Og í dag það nánast orðið standard að við látum fylgja með það skilir eða fylgi með grænt skírteini. Það hluti bara útboðsskilmálum hjá okkur. Og þetta hefur breyst á allra síðustu árum. Annars oft sagt að samkeppni á markaðnum sé tiltölulega lítil og ég ekki alveg sammála því. Samkeppni hefur verið að vaxa á markaðnum. Þegar raforkulögin voru sett 2003 og markaðurinn opnaðist 2005 að það voru fyrirtækin sem að þá kom inn og voru að selja raforku. Það voru 6 fyrirtæki í upphafi. Þá voru þau svona þreifa fyrir sér, gáfu tiltölulega litla afslætti í útboðum. Aftur á móti í dag að það voru alveg gríðarleg samkeppni á milli þessara fyrirtækja. Afslættir sem að fyrirtæki að fá í útboðum í dag eru mjög miklir og þau voru að fá mjög hagstætt raforkuverð. Og þannig hefur virkað mjög vel þessi útboðsmarkað varðandi raforkunotkun. Aftur á móti maður horfir á heimilin, það kannski önnur saga þar. Heimilin nota ekki nema svona 4.500 kWh á ári. Það þýðir þau eru að borga svona 3.000 krónur á mánuði fyrir raforku. Geta kannski náð sparnað upp á nokkur 100 krónur með að skipta raforkusala og flestum finnst ekki taka því að fara út í þá aðgerð þó sé nú mjög auðvelt að gera það fyrir þetta litla uppað. En þannig að þú myndir segja frá 2003 að þá hefði samkeppni skilað okkur umtalsverðum árangri, eða hvað? Já, ég tel að fyrirtækjum... Þó ekki gagnvart heimilunum? Já, gagnvart fyrirtækjum skila verulegum árangri sem samkeppni sem hefur verið á markaðnum og nýlega komið 2 fyrirtæki inn á hana markað sem hefur aukið samkeppnina á markaðnum. En það fyrst og fremst gagnvart fyrirtækjum og þú ert að vinna við að bjóða út, er það ekki orku fyrir... Jú, orku fyrir fyrirtæki og stofnanir. Já, þannig þetta allt annað markaður heldur en hefur verið. Já, það má segja það. Upphafi var talað það hvort þetta setja upp spotmarkað fyrir raforku. Það hefur ekki verið gert ennþá. En þetta fyrirkomulag sem komið var upp á sínum tíma að það hefur bara virkað merkilega vel. Samt er maður nú að maður svona, skjótað inn að sko, ég fór nú bara á svona heimasíður nokkurra smásala og þar kemur bara svona tilkynning. Nú hefur Landsvirkjun hækkað heildsöluverð 4,1%, það þýðir okkar gjaldskrá hækkað 4,1%. En maður sér ekki stundum ekki kannski alveg, ég allavega skil ekki samkeppni svona, ég veit ekki hvernig þið skiljið hana. Já, það sem þessi taxti sem orkusölufyrirtækin birta, þetta orkutaxti hjá þeim, það taxti sem selja til heimila, til fyrirtækja, þá voru líka með afltaxta, tímaáðataxta, þar á því ekki bjóða þeir verulega afslætti, þannig að það allt annað fyrirkomulag gagnvart fyrirtækjunum. Hækkanir hafa hingað til yfirleitt fylgt hækkunum hjá Landsvirkjun, fyrirtækin hækka yfirleitt leið og Landsvirkjun, enda Landsvirkjun að selja heildsölum helmingin af því sem smásölufyrirtækin selja síðan til endanlegra notenda. Ég held að það sé rétt að koma fram eins og Valur kom inn á hérna áðan að þá hefur afltaxtinn verið að hækka og sumarverðin hafa verið að hækka og það kemur bara misjafnlega sko, af því að öll smásölufyrirtækin kaupa þessar vörur á heildsölunni og það er misjafnt hvernig það kemur svo út í þeirra sko, niðurstöðu í rauninni. Og það er alveg nauðsynlegt eins og að sumarverðin hafa verið að hækka sem gerir í rauninni önnur orkuverð hagkvæmari, minni orkuverð rennslisvirkjanir gera þeirra arðsemisútreikninga bara hagkvæmari. Og afltaxtinn hefur þurft að hækka eins og Valur bent á til vegna þess að við erum að minnka sveigjanleikann sem Landsvirkjun heldur eftir í kerfinu. Og þessi sveigjanleiki kostar og það er í rauninni eðlileg þróun. Og kannski aðeins að því að það hefur verið í fréttum, ég veit að þú varst í útvarpsviðtali í morgun og þar varstu spurð garðyrkjubændur, verði til þeirra ef við ekki að ræða það skemmtilega málaðis.
sko, auðvitað vilja menn vita hvort það verði eftir að breytast, hækka eða lækka og hvarta mikið. Já, og þetta var í rauninni í samhengi við sko þriðja orkupakkan og hvort að það komi, hvort að með þriðja orkupakkanum komi sæstrengur og ég fór aðeins inn á það að það er sjálfstæð ákvörðun. Þriðji orkupakkin leiðir ekki af sér sæstreng, sæstrengur er sjálfstæð ákvörðun, þar þarf að koma inn fjármagn, það þarf einhver ákveða fjárfestil sæstreng, það þarf lagabreytingar til þess að það komi hér sæstrengur og það þarf ákvörðun stjórnvalda. Og ég held í rauninni, og það kemur alltaf svo þessi spurningi kjölfari með verðið, já það kemur sæstrengur, hækkar þá ekki verðið og við getum gefið okkur það ef það kemur sæstrengur, þá eiga orkuframleiðendur á Íslandi hafa þá meiri möguleika til sölu, það klárt mál, það bara þannig. En það auðvitað spurningum stjórnvaldsaðgerðir og allt það, gagnvart eins og heimilum og svona smærri atvinnurekendum og eins og Valur var komið hérna inn á áðan, þá það ofboðslega lítill partur af raforku sem fer þangað, það 5% af raforku til dæmis sem fer til heimilana og lítill hluti. Og Jón getur kannski meira að tala aðeins þessi atriði verði gagnvart raforku, gagnvart garðyrkjubændum. Varðandi garðyrkjubændurnar og alla aðra notendur og þá ekki bara söluhlutin sem skiptir máli, heldur að heildarkostnaðurinn af raforkuöflun. Og garðyrkjubændur hafa verið á þessum samkeppnismarkaði og það hefur verið boðin út raforkunotkun garðyrkjubænda, ég hef allavega gert það 2 sinnum. Þannig að þeir hafa verið að reyna að fá sem best verð varðandi raforku söluþáttinn sjálfan. En svo það flutningur og dreifingur og við sáum hérna áðan á myndinni hjá Val að hlutur vinslunar og sölunar er kringum 30% af heildarkostnaðinum. Og sem dæmi að þá til dæmis var fyrir heimili að þá hlutur skatta og opinberra gjalda. Þannig hér er eins mikill eins og hlutur Landsvirkjunar í orkuöflunum. Eða rúm 20%. Þannig að ríki fær í raun og veru jafn háar tekjur fyrir næstu jafn mikið eins og Landsvirkjun. Nú síðan er náttúrulega flutningurinn og dreifingin, það kostar sitt líka. Garðyrkjubændur þeir hafa verið með samning við ríkið varðandi raforkuna. Flutningur og dreifing er niðurgreidd til garðyrkjubænda, þannig að þeir eru mjög hagstæðum kjörum hvað það varðar. Nú þá má líka nefna það að það eru frekari niðurgreiðslu líka í þessu kerfi, húshitun er niðurgreidd. Þar hafa orðið breytingar í gegnum tíðina, aukist og minnkað niðurgreiðslur. Það er jöfnunagjald sem lagt á alla notendur og sem er notað í það að greiða niður dreifingu í dreifbýlinu. Þannig að það er ýmsar millifærslu líka í þessu kerfi. En söluhlutin sem ég sagði varðandi garðyrkjubændur, hann ekki nema hluti af þeirra kostnaði varðandi orkuöflun, menn þurfa að horfa þá á heildarmyndina. Sko við skulum aðeins tala, það var áhugavert líka sko að maður hugsar alltaf orkuframleiðslu í einhverjum svona eftir einhverjum hefðbundnum leiðum, þetta einhverjum risastór fyrirtæki, oftast þetta ríkisfyrirtæki sem að framleiða orku, en nú þetta svo mikið að breytast út í Evrópu að það eru fyrirtækin sjálf, stór fyrirtækin að fara að framleiða eigin orku, ýmist með sólarselli með að virkja sjálf, ekki satt, og þetta alltaf hlýtur að gjörbreyta allri stöðu og áhugavert að heyra þetta og líka hvaða áhrif þetta hefur á okkur sem við teljum okkur einangruð en við erum náttúrulega alls ekki. Algjörlega. Og það akkurat þetta hvernig þróunin núna breytast. Dagný nefndi dæmi einmitt þessar tvíhliða samninga og beina fjárfestingar og fyrirtæki eru í auknum mæli núna fjárfesta beint í að setja upp til dæmis nýja vindorkugarða eða setja sólarsellur á þökin hjá sér. Hún nefndi Carlsberg og þá vil ég nefna líka með Heineken því að þeir eru samkeppnisaðilar og þeir virðast vera svolítið að spegla hver aðra og fleiri fyrirtæki akkurat sem eru samkeppnisaðilar sem eru að gera mjög svipað. En þá er einmitt þetta, þeir eru með að setja vindorkugarða, til þess IKEA, þeir nýta þá ákveðin hluta af orkunni sjálfur, en það getur líka að fara orku út á netið og er þá að reyna að styðja við samfélagið og að auka hlut endurnýjanlega orku á því svæði. Og þá er eins og með Ísland að einmitt að því að við erum svo heppin að framleiða eingöngu endurnýjanlega raforku, að það er náttúrulega eilítið leiðilegt að sjá, sorglegt að þessi grænu hluti sé fluttur úr landi, en staðan er akkurat þannig núna að það eru aðilar sem er tilbúin að greiða fyrir hennar hluta og sjá sér hagið því og það er þá
Þannig það til dæmis eins og Google að þeir fram að því sem þeir hafa sín eigin verkefni þá hafa verið að kaupa græn skírteini frá öðrum verkefnum en núna setja til dæmis upp þessa samninga og þá það raforkan sem þeir hafa aðgang að og þeir kaupa líka græna hluta með og það eru græn skírteini og þeir hafa verið mjög skýrir með það í sínum þegar þeir setja upp ákveði case sem sýna fram á þetta sama hvaða leiðir fara, tvíhliða samningar og þegar þetta sólarrafhlöðurnar eða fjárfestingar alltaf taka í græna hluta með. Því ef þeir hafa ekki græna hluta með, þá geta þeir ekki fengið stimplað að þeir sé að nota græna raforku. Og mér langar kannski nefna eitt dæmi með eitt iðnfyrirtæki sem ég átti fund með fyrir 2 árum. Og fyrsti fundur var þannig, áður ég byrjaði að tala, bara svo þið vitið, við munum aldrei kaupa græn skírteini. Svo líður tíminn og tímandi breytast mjög hratt. Og núna fyrir ekki svo mörgum mánuðum þá komaði til að spyrja hvað verði á þessum grænu skírteinum. Þannig að nú akkurat komið eftirspurnin frá þeirra viðskiptavinum, þá voru þeir að framleiða ákveðið pródúkt og þeir vilja þá að sé reikna út hversu mikil raforka var notuð til að framleiða þetta pródúkt og þeir þurfa að fá það stimplað svo að þeirra viðskiptavinur sé tilbúin að kaupa áfram pródúkti frá þeim, annars leita þeir eitthvað annað. Og þetta kannski gott dæmi um það hvernig markaðurinn að breytast, að kröfurnar orðnar meiri og til að vera samkeppnishæfur, þá ekki nóg að vera í landinu þar sem endurnýjanlega orkan framleidd, þó þarft að hafa stimpilinn til að geta fengið að staðfest. Og síðan virkar þetta áfram, þetta ekki þannig að ef þú ætlar að vera með svona græna starfsemi, þá ferðu að gera kröfur á byrgjana Já, akkurat. Einhverja keðju allir uppfylli þessi skilyrði, ekki satt? Jú, það akkurat það. Þannig eins og með Greenhouse Gas Protocol sem Scope 1, 2 og 3 og flestir með 1 og 2 og svo núna Scope 3 sem fleiri og fleiri farnir að gera sitt græna bókhald út frá og þá akkurat komin krafa með alla virðiskeðjuna og þá ertu farin að setja þrýsting á þá sem þú ert að eiga viðskipti við og tala ekki þessar stóru aðila sem hafa náttúrulega mestu áhrifin því að öll fyrirtækin og byrgjarnir úti, þeir eru bara háðir því að þessi stóru aðilar séu tilbúin að eiga viðskipti við þá og hvað gerist þá? Þeir þurfa að breyta og þeir þurfa akkurat að svara þeirri eftirspurn að það þarf að vera græn orka og svo þetta langur lista af öðru en við erum að tala græn orkunni hér í dag en það orðið mjög mikilvægt, já. En þetta þá þannig að stóru fyrirtækin þau skapa sér þá ennþá betri stöðu heldur en þau hafa, þau verða ennþá stærri og sterkari og hinir sitja svo bara eftir? Það náttúrulega fyrstulega ímyndin og einmitt að axla samfélagslega ábyrgð en það sem að sjá núna og ástæðan fyrir tilbúnir að leggja enn meira fjármagn og fjárfesting í þetta ekki bara út af því, það náttúrulega viðskipti þannig þeir eru að fá fjárfestingum tilbaka þannig að þetta að borga sig þannig að þeir sjá það núna bara að þetta ekki bara þeirra fjárfesta í samfélaginu, þetta líka business, þannig að þetta win-win, þannig að það skiptir máli. Ef maður hugsa fræðilega, væri möguleiki fyrir svona fyrirtæki að koma til Íslands og reisa sína eigin virkjun eða gera þetta sjálft? Ég meina það einhver dæmi það það ekki að erlend fyrirtæki hafi viljað koma til Íslands og reisa vindmyllugarða eða eitthvað þá hérna? Jú, það alveg möguleiki í dag og erlend fyrirtæki það verið að smita til Íslands sem þróun út í Evrópu eins og með vindin. Og erlend fyrirtæki að koma hérna bara nokkur á allra síðust árum og að skoða möguleikana á að virkja vindinn hér á Íslandi og þetta svona kannski þróun sem kemur þá frá Evrópu. Við sjáum meira að segja í Noregi og Svíþjóð gríðarlega uppbyggingu í vindorku. Ef ég man rétt held ég komið vindorku verið í Svíþjóð komið upp í 7 teravött og mikil aukning sem það í gangi og líka í Noregi, til dæmis kringum Trondheim í Noregi verið að virkja í kringum 1000 megavött af vindorku. Og þessi þróun að koma hingað og ég allavega þekki til allavega 3 fyrirtæki sem hafa komið á undanförnum mánuðum hingað til lands og að skoða möguleika á að virkja vindinn. En það nú svo merkilegt að öll þessi fyrirtæki þau fara inn á Vesturland eða Norðvesturland og allavega tengjast við eina línu sem þar og flytur nú ekki nema kannski kringum 100 eða rúmlega 100 megavött og þau að tala að framleiða eitthvað 400-500 megavött og svo kemur Hvalárvirkjun og fleiri inn á sömu línuna. Þannig að það eru takmarkanir í flutningskerfum sem gera verkum að þetta verður mjög erfitt á næstu árum en taka örugglega mörg ár að byggja flutningskerfi þannig að það verður að flytja orkuna frá þessum vindlundum ef þeir verða veruleika. En það sannarlega eftirspurn eftir því að koma hingað til þess að búa til orku á hálfu annar en þeirra sem við erum með þegar. Alveg greinilega og það eru líka íslenski fjárfestar sem hafa verið að stofna félög á undanförnum árum og að vinna því að byggja upp virkjanir. Og dæmið það og virkjanir sem að fara í gang núna eða fara í byggingu núna hjá slíkum aðilum. Þannig að þessi breyting sem var 2005 hefur gert að verkum að það aukist áhuginn á orkuvinnslunni að fjárfesta þar
og menn geta gert það við fylla öll skilyrði sem sett og þá getur hver sem farið og byggt virkjun ef öll leyfi eru fengin. Ég get kannski bætt við akkurat með þetta eins og með þessa vindgarða í Noregi til dæmis, að þá einmitt mjög mikilvægt þegar aðilarnir koma að þeir eru að horfa á hana græna hluta og að þegar þeir setja upp fyrir tvíhliða samninga þá það ekki eingöngu tvíhliða samningur, græni hlutin innifalinn. Fyrir 5 árum síðan þá þegar voru að setja upp þessi fyrstu vindgarði eins og Noregi þá var einn aðili sem keypti raforkuna og svo var annar aðili sem keypti græna hlutan. Nú þetta sama aðili sem kaupir bæði því að það rauninni hans ekstra virði sem hann fær út af þessari fjárfestingu og að vera með frá byrjun. Og það skiptir fyrirtæki líka miklu máli ef það eru ný verkefni, þetta eru vissulega líka með eldri verkefni, en ný verkefni þau hafa auki virði af því þá þeir með frá byrjun og þá kemur einmitt akkur þetta með ímyndun og markaðssetningu og allt þetta. Það Stefánía náttúrulega svona, ef maður horfir á heildina þá þetta kannski tvennt, það annars vegar að við verðum ekki að flutt orku á milli staða og við höfum ekki haft burði í okkur til þess að gera það almennilega, það einhvern veginn svona sérkennilegt, það varla hægt að opna hárglitsustofu á Akureyri, það fara allt á hvolf, það ekki hægt að fá rafmagn og þetta nú aðeins örlitlar ígjur en þó ekkert svo mjög miklar sko. Og svo þetta sko þessi vilji sem við þurfum að undirbyggja til þess að nota orkuna sem við höfum og þannig eru svona ákveðnir 2 flöskuhálsar sem ég myndi halda svona ef maður væri að markaðssetja Ísland sem svona græn orkuland og ætla að selja Google eða einhverjum að koma og það og svo segja að þið getur endur ekki verið þarna því að við getum ekki komið orkunni til ykkar, við viljum ekki leggja strengi í jörð og við viljum alls ekki hafa í loftinu þannig við vitum ekki hvernig við höfum að gera þetta. En hvernig svona horfir þetta við? Já, við sko, gagnvart eins og þessum aðilum, eins og stórum tæknifyrirtækjum, þá eru nokkur hluti sko. Til dæmis eins og gagnaver sem hafa staðsett sig á Íslandi þekkja þetta vel. Það þarf ekki að kæla eins mikið hér, það þarf nú bara eiginlega ekkert að kæla, það bara þannig. Og það er auðvitað þannig að þá nota þau bara miklu minni orku. Þannig að það er hagkvæmt að setja sig á Íslandi, þannig að þau vilja koma. En það er annar flöskuháls sem er í þessu líka, það eru gagnatengingar við Ísland. Og nú í sítengdum heimi að þá er það þannig að það er allt sett inn í skýið og þessi fyrirtæki eru að leita að stöðum fyrir skýin. Skýin eru sett upp í rauninni bara á mörgum stöðum. Það er ekki bara eitt ský og heldur vilja þau vera á mjög mörgum stöðum og þá gera þau vissa grunnkröfur til gagnatenginga og til öryggis. Þannig að það þurfa að vera fleiri gagnatengingar til Íslands til þess að svona stórir aðilar að ég tel allavega að þeir setjist komi inn. En líka sko að við þurfum að horfa á það að við erum að framleiða mjög mikið af orku á Íslandi. Hún er öll græn og við spyrjum okkur oft sko eigum við að vera búa til framleiða meiri orku og þetta er þetta er spurning sem að Íslendingar við þurfum bara að velta mikið fyrir okkur sko. En á sama tíma að ef að framleiðsla er að flytjast eitthvað annað, ef að framleiðsla er að flytjast í Kína, þá getum við jafnvel gert ráð fyrir að þar sé verið að brenna kolum í þessa sömu framleiðslu og þetta er gríðarlega stórt loftslagsmál. Hvar hlutir eru framleiddir í og hvernig orka er notuð og það er verið að eins og Eyrún hefur komið inn á neytendur eru verið mjög meðvitaðir þetta og við eigum bara eftir að sjá meiri og meiri eftirspurn núna á næstu árum og það er bara spurning hvað ætlum við að gera í þeirri stöðu, ætlum við að nýta það tækifæri? Já, hvað finnst þér? Ég er svo, sko, þetta er svolítið persónuleg skoðun vegna þess að ég bjó í Kína í 3 ár og ég fekk upp úr því alveg gríðarlega góða reynslu og allt það en ég fekk líka, kom heim með mikinn astma og það er eins og ég hafi reykt svolítið mikið í 3 ár og þannig að ég finn þetta á eigin skinni og ég gekk með grímu og ég setti grímu á börnin mín og svona þegar maður fer út og þegar maður er búin að upplifa þetta þá bara skiptir maður svolítið mikið skoðun og þá verður svolítið svona já, það verða umhverfismál aðeins öðruvísi fyrir manni. Fyrir mér eru umhverfismál aðeins öðruvísi. Við þurfum að bregðast við loftslagsbreytingum og það er ekki bara spurning sko, að við Íslendingar gerum framleiðum hluti hér með grænni orku fyrir aðra. Heldur er það fyrir okkur sjálf vegna þess að þessi mengun er ekkert að fara að virða nein landamæri. Þessi Kínamengun, þegar ég búið í Kína einhvern tíma fór hún og sveipaðist yfir Seúl þegar átt að vera rosalega fínt frí í Seúl og það varð allt vitlaust og Kína kennt En við vitum það að við erum að ýta framleiðslu á þessa staði þar sem er ódýrt að framleiða og það eru þetta ódýrar að framleiða þar sem eru engin kolefniskvótar eða einhver sko, það sem er engin losunar
kvótar og eitthvað svona, eða það sem að þarf ekki að borga fyrir það og eitthvað svona. Þannig að ég er svolítið svona, við erum við svolítið mikill lúxustöðu að geta haft ofsalega mikla skoðanir á þessu. Já, þannig að þú ert að lýsa því yfir að allavega þinni skoðun að við höfum ákveðnar skyldur í þessum efnum. Við höfum skyldur gagnvart komandi kynslóðum. Við höfum skyldur gagnvart komandi kynslóðum að bæta úr loftslagsbreytingum bara núna strax vegna þess að nýjustu rannsóknir að sýna sko að ef við drögum saman núna og ef við náum að lækka 1,5 eða 2 gráður að þá getum við verið að laga umtalsvert framtíðar horfur og það bara skiptir öllu máli finnst mér. Ef við lítum á þetta bara sem orku, bara sem útflutningsgrein, hvernig svona sjáu þið fyrir ykkur eða hvaða máli munum skipta fyrir okkur og á að skipta í framtíðinu? Náttúrulega orkan hefur skipt miklu máli hingað til varðandi útflutning. Stóriðjan einn stærsti útflutningsflokkurinn sem við erum með hér á landi. Það stóriðjan, fiskveiðarnar og ferðamennskan sem eru stóru flokkarnir. Þannig orku við höfum flutt út gríðarlegt magn af orku gegnum tíðina í formi afurða. Þannig orkan hefur skipt miklu máli í hagkerfinu hér á Íslandi. En varðandi virkjanir og slíkar hluti það má ekki gleyma þessum skildum sem nefnd var hérna áðan, en það má líka nefna það að orka hér á Íslandi, hún tiltölulega hagkvæm sem endurnýjanleg orka. Vindurinn til dæmis sem hérna á Íslandi, hann meiri heldur en víða annars staðar og þetta álíka mikið eins og fæst kannski út á sjó víða erlendi sem fæst hér upp á landi. Þannig að vindorka einnig hagkvæm eins og vatnsorkan hefur verið hingað til. Og það við skylda finnst mér hjá okkur að nýta þessa endurnýjanlegu orku til hagsbóta fyrir heiminn. Akkurat, við erum það með einstakar stöði hérna á Íslandi og getum eins og hún segir nefnir með að setja efla frekar vindorkuna og það eykur líka náttúrulega jafnvægi á móti vatnsaflsvirkjunum, verður betri nýting í kerfunum og það er náttúrulega líka eitt af það sem Norðmenn eru að gera. Það er akkurat að koma vindafli á móti vatnsaflinu til að nýta betur orkun í kerfinu. Af því annars, og líka bara áhættuna getur myndið að skapa í kerfinu, en þá getur það vegið upp á móti hvort öðru. Svo eru Norðmenn vissulega líka, þeir eru að flytja út orku og þeir eru með sæstrengi og þannig næst líka aukin samkeppni og flæði á markaðnum. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig það æxlast, en vindorkan hér væri náttúrulega, margir spyrja mig, eins og þegar á mörgum fundum af hverju þessi ekki meiri vindorku á Íslandi. Þá svara ég, við hefum mjög mikið vatnsafl og svo hefum við jarðvarmann, en þeir spyrja samt, þeim finnst það mjög skrítið, sérstaklega þeir sem hafa komið til Íslands. Áttir sagði hvað finnst mikið, það blæs mikið. Já, hvað lognið fer hratt á Íslandi. Já, akkurat. Þarna, sko, við þurfum að fara að loka þessu eftir 1 mínútu eða 2 Stefáni, þú kannski líkur aðeins á þínu mati á samkeppnisstöðunni. Við erum með hana sterka núna með þessa grænu orku, einhverja áratugi kannski. Svo þetta versnar hún því að þegar allir aðrir verða konur á svipaðan stað. Hvað eigum við að gera í millitíðinni til þess að nýta sem best okkar tækifæri? Já, við skulum vona það að hinn löndin ná okkur bara býsna fljótt og ég til dæmis horfi mikið til Kína og Kína hefur verið að bæta úr þessu mjög mikið og það hefur verið að rísa alveg risastóri sólarorkugarðar og svo framvegis. Við erum í einstakri stöðu í einhver tíma, það er alveg rétt og það er mjög mikilvægt nú verið að móta orkustefnu Íslands og það er verið að tala atvinnustefnu Íslands og ég held að þetta þurfi að vera ákall frá atvinnulífinu hvernig við viljum bara haga okkar málum. Þetta skiptir gríðarlegu máli, við þurfum að auka útflutningsverðmæti frá Íslandi mjög mikið á næsta árum til að halda sama lífsstandard og við erum með núna, það er alveg ljóst og það hefur komið fram oft og mörgum sinnum og við þurfum bara að skoða orku í því samhengi. Þetta er útflutningsverðmæti og við þurfum að nýta orkuna sem slíka. Ljómandi, ég held að við segjum núna amen á eftir efninu. Loðum að hætta 10 mínútur í, Jón er 10 mínútur í. Þannig að þetta er búið. Ég ætla fyrir hönd Landsvirkjunar, sem er nú gaman fyrir mig, þakka ykkur öllum fyrir komuna og vonandi hafi haft gagn og gaman að þessu eins og ég sagði áðan, þá er allt efni á landsvirkjun.is eða verður það og líka er á YouTube-brásinni. Svo eru sérfræðingarnir frá Landsvirkjun ætla að sitja með ykkur áfram og spjalla ef það er eitthvað, en annars held ég að við þakkum bara fyrir okkur í dag.